Segðu mér, hvað getum við, telurðu, farið inn í myntband, tekið upp evruna án þess að ganga inn í Evrópusambandið? Ég held það ekki. Nei. En það eitt, við lögðum til við Einar í þessum greinum að Ísland sagti það væri sótt aðild. Það sé aðildarviðræður hæfust og ástæðan fyrir því að við leggjum það til sú að það eina leiðin til að fá svör við fjöldamörgum spurningum. Hér umræðan í eins konar herkví. Það segir eitt þetta og svo segir einhver annar allt annað. Þetta sé ekki svona, þetta sé hinsegin. Og þetta búið að vera þetta eilífa pex út af þessu í mörg herrans ár. Við verðum að fá það alveg ljóst hvernig að málum háttað. Með hvaða grundvelli við getum gengið inn í Evrópusambandið og með hvaða skilyrðum. Og þetta getum við aðeins fengið gegnum aðildarumræður. Gegnum aðildarumræður myndi þetta liggja fyrir tiltölulega fljótt. En þú heldur að það myndi gera okkur efnahagslegt gagn að ganga það inn? Ég tvímælalaust á því að það myndi gera okkur, ef við erum að tala um peningamálið, þá held ég að ég hef ekki trú á því að við getum rekið svona litla mynt eins og krónuna, að við séum miklu betur komnir inn í alþjóðlegu samstarfi. Og við vorum vel settir í alþjóðlegu samstarfi meðan að OECD og OECD voru við líði sem slíkar starfandi stofnanir eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var. Nú það hvort tveggja fyrir bí og það sem þá eina sem eftir slíkt samstarf sem á sér stað innan allra Evrópu á grundvelli myntbandalags Evrópu. En þú telur ekki að það séu aðrir kostir færir en að gangi myntbandalag? Nei, ég sé það ekki. Ekki dollarinn eða norska krónan eða svissneski frankinn? Nei, þetta raunar búið að, sem betur fer má segja að það búið að ræða þetta núna í mörg ár og það búið að setja þetta allt út af borðinu. Það ekkert annað eftir heldur en þetta. Það verið að vísu komið upp svo spurning hvort að við gætum komist í myntbandalagið án þess að ganga í Evrópusambandi sjálft. Ég hef ekki trú á því, en það eitt af því sem myndi fást svar fljótt við í aðildarumræðu. En þú óttast ekki að við semjum af okkur fullveldið? Þá ertu að tala ekki myntbandalagið, heldur að tala inngönguna í sjálft Evrópusambandið. Já. Það það sem við verðum að fá ljóst í gegnum þessar aðildarumræðu sem ég að tala Það þarf að vera alveg svart á hvítu hvaða skilyrði það eru. En ekki það einn segi þetta og annars segi hitt og enginn viti hvernig það í raun og veru. Já. Ég held að ég veit ekki betur en að þau lönd sem hafa orðið aðilar að Evrópusambandinu, þau hafa fengið öllum þeim skilyrðum fullnægt sem að þau töldu vera nauðsynleg fyrir sig. Það ekki þeirra farið inn á öðrum grundvelli heldur en það ekki. Og ekkert engu þeirra dettur í hugaði að við spurðu bara löndin sem þannig hvort þau hafi afsalið sér fullveldinu þegar þeir voru í Evrópusambandi. Það náttúrulega enginn sem myndi svara því játandi síður en svo. Og segja og ég hef haldið því fram á langan tíma, það að við fáum aukum fullveldið með því að verða virkir þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi. Eitt sem að bara á góma við þig... það sem við erum að leggja til að sjálfsögðu ekki við Einar erum að leggja til eru aðildarviðræður. Ekki að við göngum orðalaust inn í sambandið. Það verður að koma í ljós á hvaða grundvöll við getum gert það og þá verður fólk að gera það, þjóðin að gera það upp við sig og það verður að gangi gegnum alþingi og þjóðaratkvæði og svo framvegis.